Já, sælveriði. Við erum komin í dag til þess að hlýða núna á þann hluta Guðþjónustunnar þar sem við förum yfir ræðuna og ég hef upp síðastliðna hvíldadaga allan á þessu ári þegar ég predika verið að fara í gegnum seríu í fyrstu Mósebók og ætla að halda því áfram, komin í 12. kafla. Það er rosalega vinsælt í dag að fara og ganga, hvort sem það er bara að ganga heima hjá þér eða að fara langferðir. Og ég hef sjálfur orðin aðeins þyngri en ég var inn áður en átti til að fara í góða gönguferðir Ísland. Það er svo æðislegt að geta farið inn á sömrun og tekið góða gönguferðir. En hvað er lengsta gönguferð sem þú hefur farið blint, alveg bara ótrúnar slóðir? Hvað ætla að segja lengsta sem þú hefur labbað án þess að vita í hvort í ósköpunum þú ert að fara? Það er nú ekki oft á Íslandi sem við löbbum eitthvað sem við vitum ekkert hvert við erum að fara, er það nokkuð? Það er eiginlega allt svolítið vel kortlagt og þú veist eiginlega hvert þú ert að fara og þú ert að fara upp á óbyggðir, upp á hálendi, þá fylgjum við nú slóðunum, ekki satt. Og meira sé að þóttu fyrir upp á hálendi og fylgjum slóðunum getur að vera stórhættulegt og fólk láti lífi. En eitt sumari þá ákvað ég að vera góð hugmynd að fara og labba á milli svona fjarða, þannig ég labbaði Siglufjörð og frá Ólafsfirði yfir í Siglufjörð og fannst það alveg æðislegt áður en að göngin voru komin. Síðan vildi ég fara hinum megin í Eyjafjörðinn og ganga út, austan megin í Eyjafirði, yfir í víkurnar sem eru hinum megin. Og ég hefði aðeins röltað hana með frá ströndinni alveg langt út eftir og ákvað síðan, ég fór einu sinni þar, gekk fram og tilbaka og ákvað síðan að vera með ferð og fekk fullt af fólki með mér, bróðið minn og það var fullt af fólki. Þóri var hana líka, já, og við ákvaðum að ganga alveg útfjörðinn og yfir. Og ég hefði bara gengið útfjörðinn og ekkert lengra og ég hefði bara skoðað kort, það er engar merkti stigar eða merkta leiðir. En allt í lagi, ég ákvað að fara. Við gengum 25 kílómetra og gistum í einhverjum kofa sem ég vissi að var þarna og daginn eftir átti að ganga síðan inn eftir og yfir fjall og yfir einhverja vík sem ég veit að er einhverju svona slysavaskálar, þannig ef eitthvað gerist þá erum við góð þar. Svo við förum að ganga inn og fara upp á eitthvað fjall og inn eftir svona einhver stað sem ég aldrei komið áður. Og þar er bara mjög stórt fjall, miklu stærra fjall en ég hélt að væri. Ég var búinn að skoða kortið, ég held að þetta væri allt í lagi og búinn að bjóða mömmu og pappa með líka og fullt af fólki sem er kannski ekki sérstaklega mikið göngufólk við að fara svona yfir kannski einhverja 1000 eða 1200 metra hækkun þar sem er engin slóði og bara lausagrjót. Svo við göngum og göngum og göngum og göngum og göngum inn og yfir og upp og það er bara svo bratt að maður kemst ekki neitt. Þannig að þá er bara að segja, hei, ég get ekki gengið lengur af því að ég er kominn á þetta er bara alveg hræðilegt að reyna að fá heila ferð og vera svona að stoppa því þú veist ekki hvað þú ert að fara að gera. Kemst ekki við þetta fjall, hvað kemur þá næst yfir þegar ég komið þanga? Kemst ég einhverja vík þar og er fastur af því ég kemst ekki út úr henni og það er að hringja á einhvern til þess að ná í mig. Svo svolítið niðurlútur ákveðið að bara fara tilbaka og fá bát sem að kemur á næri okkur og þetta enda nú ágætlega. En þegar maður gengur blind þá getur maður lent í annarkvort einhverju mjög skemmtilegu eða þá bara einhverju mjög ömurlegu. Í dag fjöllum við Abraham og köllun hans sem að fór langa leið úr heimalandi sínu úr Kaldeu yfir í nýtt land, yfir í ókunnugt land. En ólíkt mér, það var ekki ungur strákur sem er rétt tvítugt við leiðsögnuna sem veit ekki neitt, heldur er Drottinn sjálfur að kalla hann og leiða hann á stað sem hann á að fara. Skulum lúta höfðstutt í bæn. Kæri Faðir, þegar við skoðum orð þetta í dag, þá bið ég bara að við höfum læra af því, eitthvað nýtt og við getum tekið eitthvað með okkur hérna í dag fyrir okkar göngum með þér. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Ef þið opnið með mér í fyrstu Mósebók 11. kafla, lok 11. kafla, eftir söguna Babelsturnin og ættartöluna sem að koma þar, þá kemur smá svona inngangur að sögunni Abraham. Þetta er í 11. kafla, versi 27 og áfram. Þetta er svona kaflaskil
í bókinni. Byrja ný saga og hún segir þetta saga Tara. Tara gat Abraham og Nahor og Haran gat Lot og Haran dó á undan Tara föður sínum í ættlendi sínu í Úr í Kaldeu. Og Úr í Kaldeu nálægt það sem að Babylon var í Mesopotamíu, svolítið langt frá Ísraelslandi. Og Abraham og Nahor tóku sér konur, kona Abrahams Sarai, en kona Nahors Milka, dóttir Harans föður Milka og föður Ísku. En Sarai, hún var óbyrja og hún átti engin börn. Þá tók Tara son sinn og Lot Haransson sonarson sinn og Sarai tengdadóttur sína, kona Abrahams, og lagði af stað með þau frá Úr í Kaldeu áleiðis til Kanansland. Og þau komu til Harran og settust þar að, og dagar Tara voru 205 ár og Tara andaðist í Harran. Svo, eftir að hafa farið í gegnum stóru sögunar í byrjun biblíunnar, þá byrjum við hér með glænýja sögu sem eftir að ná alveg út bókina. Ekki bara út fyrstu Mósebók, heldur, út allt Gamla testamentið inn í Nýja testamentið. Eftir Babels turnin, söguna sem bara sögð í þessum kafla, dreifast þjóðirnar. Og það dreifist líka skurgoðadýrkun og röng mynd af Guði meðal þjóðanna. En hinn sanna trú á Guð leið ekki undir lok. Guð hafði alltaf varðveitt einhvern hóp af fólki, þó hann sé oft lítil sem að þjóna honum. Í upphafið þá sáum við alltaf að það var Set og afkomendur hans, Enok, Metúsalem, Nói, það var alltaf ákveðin lína fólki sem að var trútt Guði. Og kafla fyrstu Mósebók skoða sérstaklega þess að tvo hópa, eins og við sáum, afkomendur Set, og síðan berið það saman við afkomendur Kains, Enok og Lamek, og svo Metúsalem og Nóa og annað slíkt. Og hér kemur það að sonur Tera, Abraham, fær þennan fjársjóð að varðveita vilja Guðs. Fyrirheitið lausnarann sem að myndi merja höfuð höggormsins, lofurðið endurlausnina, varðveitist alltaf og núna hjá þeim. Og ekki bara það, heldur var honum veitt að loforð, eins og við sjáum síðar að lausnari myndi fæðast af hans ættkvísl og allar þjóðir munu blessun hljóta af því. En fyrsta skilyrði þessa lofors var prófraun trúarinnar að yfirgefa heimalandið í Úr og fara þangað sem Guð kallaði. Svo hann fór ásamt föður sínum og bróður sinni og náði hálfa leiðina úr Kaldeu yfir í Kanansland og stoppaði í Haran og fjölskyldan sest þar að og það segir ekkert meira en það. Síðan lesum við í 12. kafla. Fyrir heitna landið. Drottinn sagði við Abraham, far þú burt úr landi þínu og frá ættfólki þínu og úr húsi föður þíns til landsins sem ég mun vísa þér. Far þú burt úr landi þínu. Hlýðni Abrahams við þessi orð oft notuð sem eitt besta dæmið í biblíunni trú. Abraham bjó og hafði það gott, þetta var ekki fátækt fólk sem hann var að. En þegar að kall Guðs kemur að fara, þá hlýðir hann treystir á loforð Guðs og fer, þó hann hafi ekki fullvissu nýja landið og sé bara nokkuð öruggur og góður þar sem hann með fjölskyldu sinni. Hann þarf ekki á kannski meira land að halda eða einhverjum ævintýrum heldur hefur hann bara nokkuð gott. En því hann vissi ekki alveg hvert stefni, en það eins og eitthvað komið sem hann verður að hlusta á og hann fylgir boði Guðs og fer. Í Hebreabréfinu, eins og við lásum í morgun, segir að fyrir trú hlýddi Abraham þegar hann var kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og hann vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur. Svo hann gekk í burt í trú, ekki verandi fullviss, ekki sjáandi það fyrir augum sér alveg þetta það sem þú færð, heldur bara með lofurðið eitt, ég mun blessa þig, ég mun gera það mikið til þjóð eins og við sjáum síðar og þú munt fá þetta land og hann fer.
Af því hann vissi, eins og Hebreabréfið segir, að trúin fullvissa það sem menn vona og sannfæring það hluti sem ekki alveg auðið að sjá. Enda Abraham rithöfundum Nýja testamentisins hugfanginn, enda minnst á hann að minnsta kosti 73 sinnum. Af öllum hetjum Gamla testamentisins þá var aðeins Móse sem að fær meiri athygli en Abraham, faðir trúarinnar og faðir trúara. Að taka upp poka sinn og flytja sig set, því fylgir náttúrulega mikil óvissa. Hvernig landið? Það frjósamt? Hvernig veðrið? Mun ég hafa skjól fyrir fjölskylduna mína? Hvernig fólk eiginlega sem býr þarna? Hvar munum við búa? Mun ég búa við auð eða mun ég búa svona aðeins fátæklegri? Eru tekjumöguleikarnir góðir fyrir mig? Að fara án þess að vita þessi svör pottþétt við þessu ákveðin form. Það felur í sig ákveðna form. Þú veist hvað þú hefur það sem þú ert. Fjölskyldu og heimilið var þarna hjá honum. En hann var ekki alveg viss hvað myndi koma þegar hann fer. En það sem að skiptir hann máli, eins og Ellen White orðaði ættu vera spámenn, þegar hún segir Guð hafði talað og þjóni hans bara hlýða. Og síðan mjög falleg setning. Mesti hamingjustaður hans á jörðinni var það sem Guð vildi að hann væri. Mesti hamingjustaður Abrahams á jörðinni var það sem að Guð vildi að hann væri. Það getur verið að þú hefur lent eða sért að standa fyrir því sem að Abraham var að gangi í gegnum. Andi Guðs að kalla það á einhvern stað, kannski annað bæjarfélag, jafnvel annað land eða bara annað vinnu umhverfi. Fyrsta hugsunin sem kemur upp. Ég vil ekki fara úr öryggi umhverfins míns og breyta til. Ég skil það mæta vel. En ef Guð kallar, ef Guð vill að þú sért á einhvernum stað, eins erfitt og það getur verið að fylgja því, mundu það, eins og við lesum Abraham, hann villir vel og mesti hamingjustaðurinn sem þú getur fundið að vera þar sem Guð vill að þú sért. Því að ritningin segir að Guð vilji okkur það sem fyrir bestu og við hugsaum kannski, ég vil fara þessa leið því að hún gefur mér mesta pening, en Guð að kalla í hina áttina sem að lítur út fyrir að vera á erfið og mikið sjálfsafneitun og fórnir, en það besti staðurinn fyrir þig að vera. Við tökum upp trúboðsgjafir, alltaf hana á endanum á borðinu hana, hvern hvíldardag sem að styrkja 70% fyrir beint í trúboð til trúboða, 70% til trúboðstofnun og svo leiðis, en mikill meira hluti þess fyrir að styrkja svona það bil rúmlega 1000 fjölskyldur sem eru fjarri heimaslóðum hafa fylgt kalli Guðs og þjóna sem trúboðar á vegum aðalsamtaka kirkjunnar. Það eftir vill ekki mesta gróðan að finna í þeirra mesta framan fyrir þeirra það sem þau starfa við. Það ekki mesti framinn fyrir læknatrúboðan að starfa einhver staðar út í buskanum í 8, 10, 7, 8 ár. En það mesti hamingjustaðurinn þeirra á jörðinni ef þau eru það sem að Guð vill að þau þjóni. Og stundum þarf, eins og Abraham, að stíga fram í trú til þess að fara á þennan stað. Síðan sagt, segir Guð við Abraham, ég mun gjöra þig að mikilli þjóð og blessa þig og gjöra ég nafn þitt mikið og blessun skalt þú vera. Ég mun blessa þá sem þið blessa en bölva þeim sem þið formælir og af þér skulu allar ættkvíslir jarðarinnar blessun hljóta. Þá lagði Abraham af stað eins og drottinn hafði sagt honum og Lot fór með honum, en Abraham var 75 ára aldri þegar hann fór frá Harran. Svo kallið til þess að fara kom fyrst frá Úr í Kaldu og svo frá Harran yfir í fyrirheitnalandið kemur frá Guði síðan. Síðast, ef við lesum söguna, bara frásögn Biblíunnar, hafði Guð mælt við Babelsturnin. Það kemur fram og hann segir skal rugla þjóðunum svo það dreifist. En nú kemur kall frá honum til Abrahams frá Úr, sem nálægt Babylon og minningu Babels, að maður fara burt frá því svæði, burt frá Babel
til að finna sig og losa sig við það Babel sem líka hið innra, til þess að stofna nýja þjóð. Svo í stað þess að dreifa þjóðunum en Guð nú að kalla Abraham og gera hann segir að mikilli þjóð, þáttur hann sé kvæntur gamall og með engin börn. Að gefa honum það fyrirheit að af honum muni koma heil þjóð og að nafn hans muni vera mikið. Í frásögninni bara kaflanum á undan, í Babel vildu menn byggja turn og hefja upp nafn sitt og borg hátt. En hér það Guð sem mun gera Abraham að mikilli þjóð og miklu nafni, ekki maðurinn. Og ekki vegna þess að Abraham sé merkastur allra manna, sterkastur og stærstur eða frjósamastur allra manna, heldur vinnur Guð í veikleika mannsins, eins og við sjáum í sögunni hrör gamalan mann sem á ekki einu sinni börn þegar hann kallaður. Ísraels þjóð segir einmitt síðar í Biblíunni var útvalin þjóð Guðs ekki að því hún var stærst og merkilegust eða mest, heldur af því að Guð vildi sýna að með náð hans getur jafnvel hinn minnsti og ómerkilegasti gert ótrúlega hluti. Svo Guð leggur blessun yfir Abraham og þetta orð blessun kemur aftur og aftur fyrir í fyrstu Mósebók. Og rosalega oft þetta nátengt í eiga afkvæmi, vera blessaður með marga syni eða marga dætur og mörg afkvæmi. En áður en að við byrjuðum að lesa 12. kafla var okkur sagt að Abraham væri giftur maður sem ætti konu sem heitir Sarai og hún væri ófrjó, gæti ekki átt börn og hefði aldrei átt börn í þeirra hjónabandi. Svo hvernig mun þá blessun koma fram allar ættkvísli jarðarinnar munu af þér blessun hljóta, segir í 3. versi. Og ef þú skoða mismunandi þýðingar kemst að því að hugmyndin að ættkvísli jarðarinnar munu hljóta blessun af þér þýðir að blessunin kemur frá afkvæmum þínum, frá sæði hans eins og oft notað í fyrstu Mósebók, frá afkomendum hans, af honum. Það ekki gegnum Abraham sjálfan sem personu að blessunin kemur, heldur hið fyrirheitna sæði, hinn fyrirheitni Messias sem minnst var á í 3. kaflanum þegar að hann sagði Guð sjálfur, fjandskap vil ég setja á milli þín höggonsins og þín konunar, á milli þín sæðis og hennar sæðis. Það, sagði konunar, Messias, skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Enda túlka Nýja testamenti fyrirheiti sem Abraham fékk á þennan hátt. Að hefði verið að segja, hei, þetta loforð, þetta heldur áfram, þetta að koma, þið eruð að búast við þessu, þetta mun koma í gegnum þig. Í gegnum þitt sæði þjóðin mun blessun hljóta. Það mun vera mikil blessun fyrir marga. En fyrirheiti var ekki bara endurorðun fyrirheiti sinns frelsaran sem koma skildi, sem að tengdist ekkit lífans og hvernig hann hagaði því. Abraham var sagt, ekki bara mun koma blessunin í gegnum þig, heldur mun þú líka vera blessun hvers sem þú ferð. Hann ætti að vera ljós á myrkum stað skurgoðadýrkuninnar. Blessun skaltu vera. Hann átti að betra heiminn þar sem hann var. Eins býður Jesú fylgjendur sínum ekki bara fókusa á fyrirheitið framtíðar komu frelsarinnar, að mann gleymi sér í því. Þið eru ljós heims og salt jarðarinnar, segir Jesú, þar sem þið komið á ljós mitt að skína og gera staðinn bjartar og betra og líf ykkar að vera eins og Abrahams. Blessun skaltu vera öðrum sem komast í tæri við þig. En ekki bölvun og óskum að þeir eru aldrei hitti, því þú það versta sem að komið hefur fyrir líf þeirra. Allavega, sem að vonandi gerist sjaldan. En við ætlum að ná hérna alveg fram í 9. vers og lesa frá 5. versi til 9. vers. Abraham tók Sarai konu sín og Lot bróðurson sinn alla fjárhluti sem þeir höfðu eignast og þær sálir þeir höfðu fengið í Haran og þeir lögðu af stað og héldu til Kanaanlands. Og þeir komu til Kanaanlands og Abraham fór landið allt þangað til Síkem heitir, allt til Mórelundar, en þá voru Kanaínatar í landinu. Þá birtist drottinn Abraham og sagði við hann, niðjum þínum vil ég gefa þetta land, og hann birtist þar altari, og hann reisti þar altari drottni sem hafði birst honum. Þaðan hélt hann til fjallana fyrir austan Betel og setti þar tjöld sín, svo að Betel var í vesturinn Æ austur og hann reisti þar drottni altari og ákallaði nafn drottins. Og Abraham færði sér smátt og smátt til Suðurlandsins. Já, ég sé að það er kannski verið sniðugt að vera með kort, fyrst alltaf að tala svona staði hér og þar.
En allavega, eftir að hafa dvalið í einhver ár í Haran, eða óvíst hvort ættfaðirinn Tera látinn núna eða ekki, heldur Abraham áfram ferð sinni í landi sem Guð hafði lofað honum. Og hann tekur með sér allt sitt hafutarsk, fé, þjónustufólk og heldur í átt til Kananslands. Haran sem hann hafði stoppað í fyrst var ekki lokastöð hans, heldur bara stopp. Kanansland var staðurinn sem hann var boðið að fara til. Svo enn rífur hann fjölskyldutengslin og yfirgefur Haran 75 ára aldri. Og hér fyrirheitna landið hans. En þetta ekkert autt land. Hér býr fólk og hér eru fólk eins og í landinu sem hann kom frá, fólk sem tilbýði aðra guði. En lofar Guðs kemur og segir, þetta land, þetta svæði sem út á, ég vil gefa niðjum þínum þetta land. Og hér byrjum við með söguna fyrirheitna landið. Abraham kemur ekki og segir, mér var lofað þetta land, nú vil ég taka það með valdi. Nei, fyrirheitið uppfyllt á sínu tíma og þangað til hann eins og útlendingur og göngumaður þetta land. Og Abraham sest ekki að heldur sjálfur, heldur sjáum við að hann fer á ferð hér og þar. Hann fer þangað, reisir altari, kemur eitthvað sérstakt og hann heldur á stað og alltaf að fara sunnar og sunnar. Síðan enda seinni í frásögninni sjáum að hann endar alveg í Egyptalandi. En þar sem hann sest að, byggir hann altari og færir þar fórnir kvölds og morgna. Hann leiðir fjölskylduna sína og samferðafólk í tilbeiðslu á þeim drottni sem hefur leitt hann að náð og gefið honum óverskulda fyrirheitum blessun og land. Svo hann svona leiðtogi hópsins sem á ferð andlega og hann þeim blessun líka með því að leiða þau á andlegan hátt. Svo þegar hópurinn hverfur á braut yfir á næsta stað altari skilið eftir sem vottur trú þeirra á hinn eina sanna drottin og þau halda áfram. Fórnir kvelds og morgna í Gamla testamentinu, daglegu tími til þess að minnast góðvilda Guðs, tilbiðan, koma saman til bænar, þáttur að hafi kannski oft enda bara sem formið eitt, en einnig til þess að gera fyrirheitið lausnaran mjög bókstaflegt. Fyrirgetningin sem myndi kosta blóðfrelsarans var þeim svo skýr. Enda myndaðist hefð innan gyðingdómsins og síðan í kristindóminum að hafa bænastundir kvelds og morgna, að hafa morgunlestra á kvöldin og daginn til þess að byrja daginn með Guði og enda daginn með Guði. Daniel þekkjum við í Biblíunum var þekktur fyrir að biðja 3 á dag í herberginu sínu þegar hann horfði til borgarinnar Helgu. Sálmaskáldi segir, en ég hrópa til Guðs og drottinn minn hjálpa mér, morgun kvölds og miðjan dag kveina ég á stein og hann bænheyrir mig. Á tímum guðrækninnar, þegar allan var einhver svona guðrækni í landinu að ráði eða svona áður fyrr, var húslestur hér á landi kvelds og morgna. Þannig að var húslestur oft þegar voru bara að lesa kannski einhver altarabækur, en líka þegar voru að lesa Biblíuna saman, koma til bænar, hlýða orð Guðs eða sérstak trúaleg rit. Og þetta gerði trúna að einhverju meira en vikulegum atburði í kirkju. Hjálpaði til þess að halda trúnni lifandi daglega. Þar sem að fjölskyldan saman, eða húsfólk saman, kom og las, byrjaði eða á kvöldin á morgna, las og bað saman. Vanir sem rosalega gott að temja sér, að byrja daginn og enda daginn með Guði. En ég játa að það getur verið algjört ströggl, oft ekkit fyrsta hugsun eitthvað að lesa eða biðja heldur að skoða fréttir eða Facebook eða tölvupóstinn eða með barn að fara að sjá hann og bara gera matinn og allt þannig. Svo bara beint komin í skóla og vinnu og þannig ég veit dagurinn búinn og ekki búinn að byrja daginn með Guði niður rétt ná að endan. En ef við reynir sér að tilengja sér þetta og gerir þetta, þá veistu hvernig það er. Það getur hjálpað að setja tóni fyrir daginn og þegar við endum hann að meta daginn, gera upp hluti og bara sofna í sátt við Guð og menn. Svo ég held að við stoppum hér með Abraham og býðum okkur bara að fylgja fordæmi hans. Það segir í upphafi að það sem að Guð vill að þú sért, það er mesti hamingjustaðurinn á jörðinni fyrir þig. Hvort sem það er í barnaþorp einhvers staðar út í heimi eða í bara miðborg Reykjavíkur, ef að Guð kallar, fylgdu þá. Hann gerir það til þess að setja okkur á þann stað þar sem við getum verið mesta blessun, auk þess sem við þroskumst kannski sjálf líka.
en það getur stundum litið ótrúlega illa út, ógnvekjandi og raunsæismaðurinn í okkur segir að þetta sé villa, við ættum ekki að gera þetta, en andi Guð segir í samvisku okkar, þú ættir að fara. Að ganga í trú felur nefnilega í sér traust á Guði, þó við sjáum ekki alltaf hvernig hlutinni líta og munu enda út. En trúin er fullvissa um það sem við vonum þó við sjáum það ekki. En hvernig heyrði Abraham rödd Guðs? Til að heyra rödd Guðs þurfum við að gefa honum orðið, ekki satt. Tækifæri til að tala. Við gefum honum orðið í bæninni og í lestri orðsins reglulega. Við gefum honum tækifæri til þess að tala til okkar, til þess að setja eitthvað á hjarta okkar eða heyrum í samvisku okkar sem að virkilega er okkur mikilvægt. Heilagur andi leggur á hjarta okkar einhverja sérstakar áherslur eða langanir fyrir okkur að fylgja. Og í trú getum við síðan fylgt því sem að hann býður okkur. Skulum ljúka með bæn. Kæri Faðir, þökkum við fyrir sögun Abraham. Ég bið fyrir okkur hér að við megum læra reynslu hans. Við megum, ef kall kemur frá þér, að við megum fylgja og við megum, eins og hann gerði, reisa þér altari innan okkur heimilis sem að við, gefum þér tækifæri til þess að vera hlutur af okkar lífi. Daglega en ekki bara þegar við mætum í kirkju hér. Við biðjum þess og þökkum í Jesú nafni. Amen.